Já, það er von á Ragnhildi Helga, dóttur rektor Háskólans hérna eftir smá stund en við ætlum aðeins að taka stöðuna og ég veit ekki, pólitíkinni, þú varst nú að reyna að færa umræðina yfir í pólitíkina en því var snarlega sveikt yfir í umræður forsetakjör. Já, það er forsetakjöri er greinilega það mál sem fólk vill helst ræðum og kannski eðlilega. Við erum að kveðja fína forseta og við erum að ráða nýjan í starfið. Já, mér finnst það svona sem að ég fer, að fólk vill tala um þetta. Já. Og alls konar. Já, bara gaman hvað er mikill áhugi fyrir þessu og Og mér finnst það svolítið munur að því að ég var að reyna að koma því að þarna með þess að 12 að þegar ég hitti svona fólk á förnum vegi að þá mikið verið að tala um bara alls konar einhver að þessum 12 sko, út og suður. En svo finnst mér að svona alltaf í fréttatímanum, já, er þetta ekki bara keppni milli tveggja eins og svona fjölmiðla umfjöldin sé alltaf að reyna að þrengita í því að verða helst bara 2 valkosti. Á meðan að ég upplifi það þegar það sem ég fer að fólk hefur mjög gaman að því að tala um alla breytina sko. Þú veist. Mér sýnist líka ég sagði nú reyndar áðan líka, mér finnst sko Halla Tómasdóttir er byrjað að eykst fylgi við hana, sannlega skoðanakonunum og ég held að hún getur verið ólíkita 12 sko, hún fekk fína kosningu sko fyrir 8 árum. Við svolítið sérstakar aðstæðu sem að verður að taka fram að þar var hún ein kona milli 4 efstu sem að Þannig ég held að hafi spilað inn í það en hún náttúrulega stóð sér vel, hún sækir á í það sem að kemur vel fyrir það sem að frambjóðu koma saman, þá sækir hún á. Við myndum sko ekki bara henni, fleirum sem myndum alveg treysta fyrir forsetaembættinu og hún er alveg örugglega í þeim hópi. Það er reyndar öll bara, það er bara hver með sínum hætti. Já, það er eins og sé eitthvað svona ákafi í því að segjum þetta sé saga, að þá er svona sagan eftir að svona svolítið að koma fram hvernig kosningabaráttu þetta verður. Mér er svolítið svona ákafi í því, nú verður 3 vikur í þetta, var í gær, þannig að ég myndi halda kannski að væri ekki fyrir en að væri 10 dagar eða vika, þá getur það væri ljóst sko hverjir væru raunverulega að bítast möguleikann sko. Mér finnst skrítin þessi ákafi að einhvern veginn að reyna að tekna þetta upp í sem eitthvað svona baráttu á milli ykkur að tveggja. Þetta er eitthvað svona húsasótt í fjölmiðlunum, alveg bara frá því að tveggja turnatalið í byrjun aldarinnar sjálfstæðisflokk og samfylkinguna og sem að síðan var ekkert sko, það var ekkert saga íslenskra stjórnmála það var eina kosningar allavega. Já, og svona þetta ætti að vera fyrst Rössu var formaður. Sem ætti að vera þú veist, það ætti að vera þröngva búið til sögu. Já, talandi sögur af því að Viðar talaði svolítið vel á lengi Katrínu og var að tala svona þetta með því að stíga upp. Hann fór svo að tala frá hálfkörðum verkum eða frá óvinsælli ríkisstjórn og ég var svona velta fyrir mér sko að því að við hugsum svolítið í sögum og segjum að þetta væri bara grimsamyndiri Katrínu Jakobsdóttur sem var forsætisráðherra og ákveðu svo allt í að hætta og verða í forsetakjör. Svona grímsævindurinn, myndi Katrínu Jakobsdóttur farnast vel í grímsævindirinu eða verður þetta saga að einhvern veginn kæmu örlögin og myndu tuskana til? Ég held að þetta sé svolítið þannig og það er verið að glíma það, hvort þetta sé sérstætt góð saga eða hvort þetta sé vond saga sem er verið að segja. Sem er svolítið sko stór hluti af kosningabaráttunni þetta. Já. En þingið, það eru stórmálin í þinginu? Já, það er það náttúrulega fjármálaáætlunin til dæmis. Já, hún rennir nú bara... Já, ég maður reyna að gera lítið úr henni, sko, ef maður tala um þingmenn, þá er maður bara skammaður, þetta sé mjög merkilegt plagg. Já, en hún, það verður enga breytingar á henni. Nei, sko, þeir að fá dóma fyrir það að það er engar lausnir á efnahagsvandanum. Sem segir líka okkur það að íslenska ríkið, samfélagið, er vanfjármagnað. Það vantar pening. Þessi ríkisstjórn ætlar ekki að breyta stefnu sinni. Nei, ég veit það, en ég er að segja, við sjáum það bara alltaf, núna, alltaf, að það er vanfjármagnað. Það getur ekki rekið Ísland, rekið samfélagið. Við sjáum það eins og
Helga Jónsdóttir bent hérna á til dæmis að eru sko samgöngumálin og svo það menntamál og fleira. Þar sem við höfum ekki peninga til að gera það sem þarf að gera. Allir sjá. Við sjáum holóttu vegina, við sjáum þetta allt saman og við sjáum það að vestur í Dölum með fólk að rífa ónýtt slitlag af vegunum og gera aftur að malavegum bara í sjálfboðavinnu, bara til að bjarga sér og sínu og þetta er hverju lýsir þetta? Það bara það að við höfum ekki tekjur til að viðhalda samfélaginu okkar og meðal annars vegna þess að við sækjum ekki peninga þangað sem þá að sækja. Síður en svo, því að ég held að Óli Björn hafi reiknað út að Bjarni Benediktsson hafi lækkað skatta fyrst og fremst til hinna efnameiri 80 milljarða. Það bara peningur sem vantaði. Á tímabili þar sem við hefðum átt að vera að hækka skatta til hinna efnameiri þeirra sem að við sjáum það alveg í gegnum COVID og fleira, það verður mikill eigna ójöfnuður, að þeir sem eiga lítið hafa enga möguleika á eignast neitt, en þeir sem eiga eitthvað, það þeir eignast meira og það er náttúrulega staða það sem ætti að leggja á eitthvað svona auðlegðarskatt eða eignaskatta, en það var ekki gert, þetta þvert á móti voru lækkað skattanir og þar leðandi sittum við upp með þetta og fjármálaáætlun segir það að þessi stefnu verður óbreytt til 2029, við ætlum að halda áfram að svelta innviðina og grunnkerfin og það er bara stefnan. Ég held að hún fari gennum þingið án einhverja breytinga þessi fjármálaáætlun. Það er hins vegar hvað ætlar að gera við lagareldið, verður breytingar á því, sama með almannatryggingar sem það verða náttúrulega eitthvað, nú kemur eitthvað deadline í lagareldið, þannig að þetta er ekki alla eilífð sem þið fá. En er það raunveruleg breyting? Hvort það sé 16 ári einu? Já, ég veit ekki, en þó sjáum við þó eitthvað ef eitthvað fer úrskeiðis og verri vegu, þá er þetta tímabundið, okkur líður strax betur með það, en þetta er samt drullu makari. Það var breytt þannig að uppaflugu þátti þetta að vera tímabundið og það verið eftir að taka leyfi af og ef að þú gerðir eitthvað af þér, að þá voru skert úthlutandinnar, síðan verður svo breytt yfir í sektir, þannig ef við látum eitthvað fá þetta í 16 ár og hann fær bara eitthvað sektir eða verður eitthvað að, það sé ekki heimil til þess að taka af hannu leyfið, að þá er þetta bara svipað og í fiskveiðiauðlindinni að þeir sem að fá kvótan eru eigan raunverulega sko. Já. Þannig að það er ekki gefið að sú breyting að fara yfir ævarandinn í 16 sé raunverulega breyting. Nei, við höfum eftir að sjá hvort að verði eitthvað hvað er á þessu ennat. Þeir breyttu þessu, þeir voru upphaflega með því að ef að þú stendst ekki í kröfur að þá sé þetta skerða leyfið þín eða taka það af þér, en núna er þetta orðið nei, það á bara að vera sektir. Og í svona multi-trillion billion business að þá eru sektirna bara eitthvað sem að þú bara En Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir, hún er búin að vera eitthvað að vinna í þessu, ég veit ekki hvernig niðurstaðan verður, en býða með þá endur við sjáum það hvort að verði eitthvað, þetta bara 16 ári eða hvort að sé eitthvað eins og þú tala það er sektir og leyfissvipting, ég veit það ekki. En þá er það spurningi hvort að þingi sé nógu langt til þess að ná slíku breytingum í gegnum í því frumvarpi. Það sama á við almannatryggingarnar sem að vandinn í því er náttúrulega vannfjármögnun, að það næst ekki í gegn nógu mikil kjarabót og svo annað er að þær breytingar sem verið að boða, að þær eru ófyrirsjáanlegar vegna þess að það eftir að koma í ljós í hvernig verður staðið að þessu mati á vinnugetu fólks og líka hvernig á að standa því að búa til störf sem að henta þeim sem að geta bara unnið hlutastörf og kannski þurfa að fara frá störfum í 3 mánuði eða 6 mánuði út af því ef að því að margir sjúkdómar eru í svona köstum þar sem að þú getur unnið kannski ágætlega en svo koma tími þar sem þú getur það ekki þannig að það er svo margt sem ættur að koma í ljós þannig að þessi skammi tími nú á bara að vera einhver vika og svo reknaði líklega með 10 dögum eftir forsetakosningar að svona mál sem að koma svona kannski svona hálfbökuð inn í þingið hvort að þingir á þau við það og síðan að mynda nýtt samkomulag milli flokkana niðurstöðuna því að það er ég held að þessi langt á milli VG og Sjálfstæðisflokksins í almannatryggingamálinu. Það er nú alltaf reddast. Þegar þá greinir á eitthvað þá hefur það bara reddast. Stundum er það svæft sérstaklega ef það málið er frá VG. Já, Bjarni reddar þessu. Þá er það bara kæft málið eins og var gert við Hálendisþjóðgarðinn og fleiri mál þar sem að VG hefur komið fram sem að Sjálfstæðisflokkurinn og þeir sem að Sjálfstæðisflokkurinn að vinna fyrir telja að vera einhvern veginn sína hagsmuni. Herðum eins og fleiri þá nota ég stundum sunnudagsmótnana til að lesa þingræður
og ég held að ég sé ekki einn þetta, en ég las að frá Guðmund Inga Kristinsinni, Flokki fólksins, hann var að tala um Þórkötlu, sem er að kaupa eignirnar í Grindavík, og hann lætur að því liggja að hraði afgreiðsluna frá Þórkötlu miðið svolítið við flokkskírtinni. Já, þingmaðurinn sagði þetta í ræðustól Alþingi, hann lítur að eitthvað fyrir sér, að það er sem sagt að fólki sé mismunað í uppgjörum eftir hvaða flokki það er. Og það er best að vera í þáttarflokkum og miðflokkum? Ég hugsa það. Miðflokkurinn er mjög sterkur í bæjarstjórnina? Já, en þetta er þessi Þórkalla, þetta er nýja ríkisfyrirtæki sem heyri beint undir fjármálaráðherra væntanlega. En þessi ástandi sem að þú lýstir hérna áðan að maður verður að vera í réttu flokki til að fá fyrirgjörstur? Já, það er frá því ég var rúmlega 20 að kaupa mínu fyrst íbúð. Já, en þetta er sko, sá sem að talar í ræðustól Alþingis, hann getur ekki verið með tómt rugl. Það er nú stundum fyrir það tómt rugl. Já, en þú kemur með eitthvað svona, þá hlýtur að vera með ykkur uppákomur sem að staðfesta það sem sagt er. Líklega er þetta allavega það sem að Grindvíkingar er að ræða sín á milli. Já, og ef þetta væri blaðamaður að skrifa frétt með svona, þá myndi maður segja, Pétur, hver sagði þetta? Já, hringdu aftur og hringdi þennan líka, þetta er svo mikið mál, ef það er þannig að það er ráðist af stjórnmálskoðunum fólks, hversu hraða afgjörslega fær hjá Þórköllu, þá er það alveg gaggala kú. Og bara eitthvað sem má ekki vera. En þetta hættir aldrei. Þetta hefur daginn að því að ég er á biðlista eftir nokkrum sérfræðileiknum og búin að vera bráðum að vera afsammali og ég var að beiðnin að vera sendar inn. Það datt mér í daginn allir, ég sé ekki bara okkur bannlista það er svo náttúrulega búa bara býr fólk kannski almennt við þetta á Íslandi að þurfa að bíða í ár eftir viðtalið á sérfræðileikni sem er náttúrulega algjörlega óbóðlegt og merkjum. En ég bara, að því þú nefndir þetta, þá var ég að viðkynna, ég var bara eitthvað að tannbusta með daginn og hugsaði að allir sé ekki bara einhverju bannlista því ég var að tekka á heilsuvöru, það líti að vera að koma boðun og einhverju af þessum sérfræðingum. En það var ársammali, það sem að heimilislæknirinn sendi beiðni viðtal. Þetta er hryllingur, þetta er það. Og svo leyfa stjórnmálamenn leyfa sér að segja að við búum við besta heilbrigðiskerfi í heimi. Og dittin og dattinn, hvergi betra að búa, sjáðu ekki veisluna, hvergi meiri jöfnuður, hvergi meiri jafnrétti. Þetta er ekki glæsileg mynd. Og það held ég að þetta blandið svolítið inn í forsetakosningarnar sem að veldur svona svolítið kannski sem að við komum kannski inn á spjallinu við Ragnhildi núna eftir, þar sem að eru frambjóðendur sem eru að leggja raunverulega til að verði breytingar, að forseti taki til sín miklu meira vald. Myndi sína ríkisstjórn. Eru það sömu leyti, myndi ég, þegar maður horfir á þetta bara svona fjarska, þá er þetta birtingamyndir svona einhverjar óánægju í samfélaginu með að stjórnvöld séu ekki að vinna í þágu almennings, heldur einhverja annara, sem að ég held að sé miklu meiri núna heldur en meiri 2016, 96, örglega 1980 eða 68. Ég upplýði það þannig að það sé og það þessi frambjóðendur sem eru að leggja til að forsetinn svona setji stjórnmálunum einhvern veginn stóli fyrir dyrnar. Þessi frambjóðendur eru að svara einhverju sem er raunverulegt í íslensku samfélagi. Og þeir eru ekkert einir þá hugsun sem þeir eru að segja frá Alls ekki. En er ekki tími til komin að við fáum rektorinn bara inn og förum að tala forsetaembættið. Við gerum núna örstutlé og svo kemur Ragnhildur Helgadóttir rektor og doktor í lögfræði hér eftir örskamma stund. Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Erfiðleikar heimila verkafólks hafa hríðversnað frá árinu 2021. 6 af hverjum 10 félögum í Eflingu eiga nú erfitt með að ná endum saman. Hvernig getum við réttlætt það? Efling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi. Félagar og forvitnir eru velkomnir í Sósíalista kaffið alla laugardaga í Bolholti 6 kl. 11:30. Tökum pásu frá kapítalíska hversdeginum og njótum góðra stunda með félögum okkar.
Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Þarftu að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkja við í Bólholt 6, 105 Reykjavík.